Kæru vinir, velkomin á rás mína. Ég er Ragnar Viktor og ég ætla að lesa upp úr einum af bókum mínum, Viska til frelsis, og kaflinn heitir Birtingarmyndir óttans. Óttinn er andstæða kærleikans. Þó svo að óttinn sé hluti af varnarkerfi okkar og getur verið hjálplegur, þá getur hann tekið stjórnun á líf okkar og för og leitt okkur í ógöngur og þá hættir okkur til að taka rangar ákvarðanir. Óttinn er lævís og kemur aftan að okkur og tekur stjórnun á líf okkar fyrr en varir. Hann er drifkraftur egósins sem heldur okkur frá okkar sanna upplægi sem er kærleikurinn. Óttinn nærir egóið og egóið nærir óttann. Sá sem nær tökum á honum, nær tökum á lífi sínu. Óttinn hindrar andlegan þroska og framfarir. Það er manninum eðlilegt að óttast hið óþekkta og hið ókomna. Í flestum tilfellum er óttinn blekking sem skapar óþarfa vanlíðan, andlega sem og líkamlega. Óttinn á sér margar birtingarmyndir í lífi hverjar manneskju. Sá sem óttast hið ókomna er kvíðinn. Sá sem er gráðugur óttast að skorta. Sá sem er þrjóskur óttast breytingar. Sá sem er óþolinmóður óttast að missa af. Sá sem er hrokafullur óttast að vera dæmdur. Sá sem er afbrýðisamur óttast að missa það sem hann hefur. Sá sem hefur lítið sjálfstraust óttast að gera mistök. Að óttast dauðan, að óttast öryggi sitt og afkomu, að óttast að missa húsaskjólið. Mikill ótti getur laðað fram það versta í manninum. Mikilvægt er að vera meðvitaður óttann og að skilja og meðtaka að hann er blekking og hindrun sem tefur andlegan þroska okkar. Sá sem er óttasleginn er auðstjórnað því sá hinn sami vill að öllum mætti forðast það sem hann óttast. Óttinn hefur verið notaður og er notaður sem stjórntæki af ráðandi öflum á hverjum tíma til að ná fram markmiðum sínum og stefnum. Þessi öfl stjórnast sjálf af óttanum við það að missa völd og stöðu sína sem eru ráðandi þættir. Að læra að vera meðvitaður óttann, tilfinningar sínar og líðan er leiðin til að bægja óttanum frá þegar hann birtist. Óttalaus maður stjórnar lífi sínu, hann er kærleiksríkur og er frjáls.